Hæ, Ég heiti Elsa ég heiti Jonni. og við erum sögukastið. Þetta var skrítið út af því að þú sagðir hæ, nei, þú sagðir halló, Já. ég sagði hæ. Já. Þetta pínu fokkaði mér, sko. Why? Ég segi alltaf halló Ok, og þú segir vanlega alltaf hæ. Já, núna langaði mér að segja halló. Já, ég veit, ég bara, já, Ok. það var skrítið. En já, ég vona að okkur sé fyrirgefið að þátturinn kemur smá seint út. Já, það er nefnilega búið að vera smá í gangi. Og, Sko smá. Já, það er vægt til orðið tekið. Já, nei sko, síðasta föstudag hringir amma mín í mig og segir mér að hundurinn þeirra sé týndur. Og þannig ég set síðan inn á hundasamfélagið Og líka, samt sko, maður hefur ekki brjálar áhyggjur þegar hann hefur rölt heim áður. já, Sem sagt frá akkurat sama stað og hann týndist. einmitt, að því að hann fer með afa þarna á hverjum einsta degi. Mhm. En svo bara finnst hann ekki. Nei, Þannig að ég hef síðan samband við dýrfinu sem eru mestu snillingar sem ég veit um. bara algjör legend. Og hérna, það er bara strax komið leitaspjall og fullt af fólki farið að stað að hjálpa og afa. Mhm. Og Og því hérna, að þau eru nefnilega á Selfossi, ekki bænum. Já. Þannig að við komumst ekki sem sagt, að hjálpa að leita strax. nei, en þú veist, ég var allan að reyna að hjálpa í gegnum tölvu. Já, þú gerði helling. Og hérna, og svo bara finnst hann ekki og strax morgun erum við farin að leita. Mhm. Og það er akkurat þegar ég ætla að skrifa á föstudeginum og á laugardeginum Mhm. mál, þannig að við gátum ekki græða það, þess Nei. vegna voru ekki tilbúin og við erum allan á laugardeginum að leita Já, hann finnst ekki og við erum á sunnudeginum að leita og hann og finnst í ekki. kringum 50 manns á vegum dýrfinnu sjálfbóðaliðar að leita Með dróna, Já. með, með þú veist, hunda og þú veist, ein hérna fórum með tíkina sína sem eru að lóða Já, einmitt. til að sjá hvort að það myndi, þá var búið að setja hérna óreina sokka af og afa Mhm. og eitthvað mat Mhm. þannig að myndi allan að finna lykt og þetta var mjög erfið helgi Já, og hérna, svo kemur mánudagur finnst ekki og það með þess að kom frétt í hann að, sunnlenska já, sunnlenska. já, Hann að, já, bara til þess að vekja athygli á þessu, því að hann er, hvað, 15 ára gamall? já, hann á ammali held ég 15. desember Já, og fættu 2009 mhm, þannig að hann er rúmlega 15 ára já, og bara gamall kall mjög gamall kall. bara ljúastur og Mhm, hérna, tuðar alltaf, sko. já, Tuðar alltaf þegar maður kemur í heimsókn. Mjög fyndið. og hérna þetta var líka svo erfitt að leita á hann því að hann er hérna íslenskur, eða blanda af íslenskum og labrador. Þá var allstar að ná Selfossi var svona ljósbrún strá eða ljósbrúnt gras Mhm. og það var búið að snjóa. Já, og það var ömurlegt veður yfir helgina. Það var Já, bara, en hann var líka bara í felulitum. Já, það var engin leið að sjá hann í einhverju fjarlæg, sko. En þetta sem betur fyrir endar vel Mhm. og hann lappar hérna inn á skólalóð Já, þriðjudeginu. á þriðjudeginum. Hann týnist klukkan 3 á föstudegi Mhm. og finnst heill á hófi, bara svolítið skítur og þreyttur Nei, það var nefnilega skrýtna. Hann var bara skítur á loppan. á loppunum. Þess vegna Já. grunar okkur smá hann hafi verið læstur inn eitthvað þar. Já, hann hafi farið inn á eitthvað byggingasvæði sem er þarna í kring. Já, það eru 2 að 3 hana byggingarsvæði og iðnaðarsvæði og allt. Já, rétt í kringum það sem hann Já. týnist, sko. Og mögulega að hann hafi rampað þar inn áður en að hafi verið hætt að vinna og Læst inni. læst sinni án þess að einhver vissi að hann væri þarna. En já, hann var alltaf svona mjög lítill í sér og þreyttur. Mhm. Hann svona tók svona, víst, 2 skref og laðist niður. Mm. 2 skref, laðist niður. En það er líka orðin 15 ára Já. og með gikt og Mhm. þetta var verið erfiðir, örgulega svipað erfiðir dagar fyrir hann eins og þetta var fyrir okkur, að við vorum á, bara, já, þetta var mjög erfið helgi, Mhm. virkilega. Þetta, já. Þannig að ég vona að okkur sé fyrirgefið, en við erum hérna að taka þetta upp laugardaginn 15. febrúar Mhm. og við ætlum að henda hann strax út. Já. Þannig Það að, fer út í dag, sem sagt, 15. já, þannig að, og svo kemur bara þáttur á þriðjudaginn. Eins og vanlega. Já, en sko þegar hann fannst mér leið eins og það hefði svona tonni verið lyft á mér. Já, ég bara, það var rosalegt.
Já, bara að allt í einu sjá í spjallinu bara, hann er fundinn. Nei, sko. Það var rosalegt. Aldrei hringt ég að prata í ömmu. Nei. Og líka settum inn mynd af honum, þar sem hann fannst hana á skólanum, stekkjarskóla. Já. Og hann var þannig inn í skólanum. Og Skrilja manns yfir honum. Já, og hann bara, sko, eins og teppi. Hann er flatmaga. Já. Ótrúlega krútleg mynd. En já, þannig að hann er bara í degri núna. Ég held að sé enn að jafna sig kallinn. Já, ég skil það vel. En það er samt bara svo gott að það endaði vel og ég er í áfalli hvað það var mikið af góðu fólki sem var að deila ölsingum, bara fórnaði helginni sinni. Ó já. Í bara að leita og þá var fólk að leita bara fram eftir nóttu og byrja bara klukkan 5 á morgnana að leita. Þetta var rosalegt. Og einmitt fólk að keyra úr bænum til þess að fara og leita á Selfossi og þetta er bara magna, ég eiginlega bara á ekki til orð. Og einmitt, mér langar enn og eftir að tala Dýrfinnu, því að Dýrfinna er geggjusamtök. Ángríns. Þetta er magnað. Þau náttúrulega líka í aðstöðu við að þau fóru inn á svæði í Grindavík. Og hjálpuðu hundum og dýrum, þess að bara dýrum. Nei, og fóru náttúrulega líka eftir að búa að rýma bæinn. Til að tjekka. Já, til þess að taka síðustu dýrin sem urðu eftir. Já. Mér finnst þetta bara... Þau eru mögnuð. Já. Og þau eiga allt róskilið. Og þetta er allt sjálfbáðuna. Já, sem er galið. Bara ótrúlegt, þetta eru hetjur, sko. Það er bara, já, þetta... var gert 10 svona auðveldara. Já, ég er ekki svona vissum hvar andlega heilsa mín hefði verið ef að við værum ekki með þeirra hjálp. Þetta var bara já. Þú veist, ég hef aldrei séð þetta gera svona hratt líka. Það var bara leið. Já, bara komið auðlýsing, komið hérna leitaspjall og bara búið að dreifu þessu í ykkur 14 grúpur bara á bara nokkrum mínútum. En já, þannig að það endaði vel og hann Bjartur sinn fannst á lífi. Elsku Bjartur, lille kall. Já, en ert þú með eitthvað sem vilt tala um? Eða ég bara fara beint í málið? Sko ég er með sem ég get talað um, en ég get talað um það í næsta þætti. Já, er það hvað ég var pirruð í síðasta þætti? Já, ok, ég býð með það og ég ætla að tala um frekar hvað pirruð í síðasta þætti. Ég vona að hlustendur séu sammála mér, ángríns. Þetta var mjög skemmtilegt. Og það var bæði veginn mikið klippt út. Já, Elísa var alls ekki sátt. Nei. Já, hún nennir ekki svona fólki. Ég bara nenni ekki svona fólki. Nei. Þetta gaf mér endalösa skemmtun. Þetta ég veist að er eitt að finnast í heimi þegar Elísa pirrar sig á svona hlutum. Nei, að því líka, þú ert svo mikill golden retriever og þú ert bara eitthvað, já, allir vinir, já, hæ, fólk, ég elsk ykkur. Vil ég tala um mig? Ég vil tala um ykkur. Þú ert hérna bara við alla. Öll. Já. Svo er ég þann eitthvað fyrir aftan. Já. Eins og svartu köttur. Já, við erum bókstaflega golden retriever og black cat. Það er mjög fyndið. Já, og einmitt, það er einmitt... Við getum ekki verið ólíkar með þetta. Það er svo galið. Og já, það kemur einmitt sérstaklega fram í þessu þætti því að ég veit ekki hversu oft þú dæstir og rúlar augun og... Mér langaði bara ekki að vera hérna. Nei, ég veit. Allt og þetta. Já, þið allavega gátu stoppað og bara hægt að hlusta en ég þurfti að setja hérna. Þetta er svo góð það því fannst mér, sko. Já. Þetta var skemmtilegur. Mér var skaman að taka henni upp, ég skal segja það. Nei, líka, það sem var síðan fyndið er að þau vorum búin að taka, vorum að fara heim og ég eitthvað, hvað heitir aftur þessu gaur? Klaus Kinski. Já, og ég googlaði hann og þetta er bara ófríðasta manneskja sem ég hef séð á ævinni. Hann er eins og hann hafi verið búin til á okkur rannsóknarstofu og það hef allt farið úrskeiðis.
Já, veistu, hann lítur út eins og nasisti sem rosa fyndið. Sko, þetta fáranlegt. Þetta bara svona, ef þú hugsa stereotypi af nasista, þá lítur hann þannig út. Já. Og hann hagaði sér basically eins og nasisti. Já. En já, ég nenni ekki að ræða mann meira. Nei, ok. Nei. Við gröfum hann í bili. Takk. Hann ekki nú þegar grafinn? Jú. Já, höldum honum bara þar. Já, ok. En ég ætla að segja ykkur frá svolítið svona skondinu í dag. Ok. Og já, þegar við örgulega sé titilin á þættinum þegar þið hittuð á play. En fyrir þau sem kannski vita ekki að ég veit ekki, mér fannst þetta bara mjög áhugavert og ég hafði heyrt af þessu. Ég held að vita ekki mörg af þessu. Nei, þú ert búin að segja mér frá þessu, ég hef ekki ég allan að man ekki eftir, ég hef heyrt eitthvað svona en ég veit ekki hvort að þetta sé það sama og ef það veit ég ekki mikið. Ok. En ef ekki bara byrja þetta? Let's go. Árið 1986 og það laugardagur, 27. september og stór viðburður að fara að eiga sér stað þennan dag í Cleveland sem borg í Ohio-fylki í Bandaríkjunum fyrir þau eitthvað sem ekki vissu. Þennan dag ætla þau að setja met, raun heimsmet, í flestum blöðrum sleppt samtímis. Var það eina ástæðan? Í rauninni. En mikil spenningur og gleði var í borginni þennan laugardag. Og stemt var á að sleppa 2 milljón blöðrum í miðbæ Cleveland og vorum 100.000 manns mætt til þess að verða vitni að atburðinum. 2 milljón blöðrum? Ok. Hugmyndin af gjörningnum, ef maður á að kalla þetta eitthvað, kom frá fyrirtækið eða góðgerðafélagi sem heitir The United Way og fengu þau með sér fyrirtæki sem hét Balloon Art by Treb og var í eigu Treb Heining. Ok. Ég held þessi búið fram Heining. Þetta Heining. Þú veist allir að segja Heining? Já. Eitthvað þar. En það fyrirtæki stýrði undirbúningnum svona að mestu og er bara flest öllu sem kom gjörningnum við. Og þau voru 6 mánuði að plana þetta. Ok. Hvað voru bara 3 að blási blöður eða? Nei, fínt. Svona tók 6 mánuði. Nei, alla blöðurna voru blástar upp sama dag. Það bilun. Og þetta fer upp. Það bilun. Já. Í grunninn var planið að gjörningurinn væri fjármögnun fyrir The United Way. Þetta sem sagt félag sem safna pening fyrir heilsu og þjónustu. Health and Human Services. Ok. Þannig, en ég veit ekki, ég fór samt ekki of djúpt út í starfsemi. Nei, með við atburðin þá er það örugglega minnst áhugaverð við þetta. En gjörningurinn átti einnig að bæta ímynd Cleveland borgar. En áratugina áður hafði borgin fengið frekar slæmt orð á sig og var til dæmis kölluð mistökin við vatnið. Eða the mistake by the lake. Ok. En ástæðan fyrir því að það er sem sagt eitt vatnana og það hefði kviknað nokkur sinnum í því. Í vatninu? Já. Vatn sem er frægt fyrir það að slökkva elda? Já. Það var bara það mikil mengun í vatninu að það kviknaði í því nokkur sinnum. Ekki bara einu sinni. Bara í Bandaríkjunum? Já. Gera svona hlutir? Þannig að Cleveland borg var með frekar slæmt orðspor á sig og þetta var vist búið að vera alveg í ykkur rúm 20 ár. 20 ár? Nei, að hún var með svona slæmt orðspor á sér. Já, ok. Þannig að þeir vildu breyta því. Já. Og þessi gjörningur átti að breyta ímyndinni og mynda góða umfjöllun Cleveland í fyrsta skipti í mjög langan tíma. Nei, sko Þetta er svo 80s. Þetta er svo 80s en þetta fer svo í taugunar á mér. Hvað? Why? Why?
Hvað fyrir tauganar á þér að þau vilji breyta ímynd borgarinnar? Nei, ég skil það með því að sleppa 2 milljónum blaðra sem by the way fara upp, koma síðan aftur niður á jörðina. Já, þau föttu þetta ekki alveg kalt hérna. Nei, að þau voru að menga tífalt meira. Núna ég pirraður. Ákveðin strúktur einn kassi, risakassi, var reistur í miðbæ borgarinnar. Alveg á bara í bara, þú veist, það eitthvað torg þarna sem eiginlega bara alveg bara downtown. Okay. Þessi kassi var 76 metrar sinnum 46 metrar og svipa hár og 3 hæða blokk. Já. En það var þó ekkert þak á þessum kassa. Heldur var, þú veist, hann opinn, þetta var í rauninni bara hliðarnar og það var mjög rosa fíngert, hálgert svona mesh net sem þak. Ok. Ef við orðaði það þannig. Og þarna voru blöðurinn að geymdar. Og þetta er víst eitthvað rosa flott net, að þetta er sama net og er notað í, ef að gert það sama fyrirtæki og hannar net fyrir geimskip. Ok. Þetta átti að vera rosa flott. Net fyrir geimskip? Þetta er eitthvað sama svona mesh-tækni sem er notuð í hönnun geimskipa. Já. En og aftur í veikinu, ég fór ekki nánar út í Nei. hvernig þetta er notað í geimskipum. Ekki mikilvægasti parturinn? Nei, en ég vildi samt koma sér fram að því að að þetta átti að vera vel gert. Já, þannig að NASA var partur af þessu. Nei, þetta var ekki NASA. 2500 manns sjálfboðaliðar að sjálfsögðu og þetta voru mest nemendur í high school. Já. Sáu að fylla í blöðrunar. En engar áhyggjur, þau þurftu ekki að blása í það sjálf. Heldur voru þær fylltar með helium. Sjálfboðaliðarnir fóru þó ekki tómhendir heim, en þau fengu stuttum á bóla launum. Wow. Wow. Oh my god. En ég held samt að þetta hafi verið mjög gaman. Já, örugglega sko. Og þó það var ákveðin pressa að blása upp blöðrunar, þar sem áætlað var að hver og einn myndi blása upp 3 blöðrur á mínútu til þess að ná þessu. 3 á mínútu? Wow. Og voru því margir komnir með sár á puttan eftir daginn. Já, skiljanlega. En þegar búið var að blása upp blöðruna, að þá slepptu henni bara og hún flaut upp í netið. Já. Og því lengra sér leið á daginn, þá var henni komið svona þétt þak, eða svo má kalla, af blöðrum yfir alla sjálfboðaliðana. Þannig að þetta var svo skemmtilegt fyrir þau að... Já. Ég held að það var stemmingana, sko. Já, en það 80s. David Hasselhoff hana með singulinn sinn. En það voru einnig sjálfboðaliðar sem voru í því verkefni að selja miða sem voru þá andverði einna blöðru. Þú veist, þá var fólk að kaupa innan gæsalappa blöðru sem var sleppt, en þetta var nota sem helsta fjármögnunin fyrir gjörningin. Þar sem þetta var dýrt. Já. Rúmlega 2 milljón blöðrur voru keyptar fyrir þetta, að því það var keypt auka ef einhverja skildu eyðileggjast eða springa. En miðanir sem voru seldir hjálpuðu aðeins. Já. En talaður að bara kostnaðurinn við blöðrunar hafi verið 500.000 bandaríkjadollara. Á þeim tíma? Já. Ha? Og ég veit allavega að með miðunum að þá náði að 200.000 safnaðist við blöðru kaupin. Okay. Að þetta var eitthvað svona, þú veist, þú er henni keyptir eina blöðru sem var sleppt, svona skemmtilegt. Ég held að það eru eiginlega heliumið sem kostaði mest, sko. Nei, en líka sko blöðrunar sjálfar að þetta átt að vera aðeins svona fínni típa af blöðrum. Þannig að þær áttu að eyðast í loftinu áður en þær myndu falla. Eða þá að þær myndu eyðast frekar fljótt eftir að myndu falla. Þetta átt að vera svona biodegradable blöðrur. Okay. Sem eru þó dýrari. Já. Okay. Þetta voru úr einhverju spes latexi sem átt að vera betri en venjulegar blöðrur. Ok, ég skil. Það er betra. Það er hugsun á baku þetta. Aftur að atburðunum sjálfum.
Það laugardagurinn 27. september og árið 1986. Veðrið þennan dag var alls ekki frábært og búist var við stormi seinna daginn. Það var því ákveðið að drífa bara í þessu og ná að slá heimsmetið áður en stormurinn myndi skella á. Líkt og ég nefndi upprunalega var planið að sleppa 2 milljón blöðrum en það tókst þó ekki alveg en það var bara að vera svoleiðis. Okay. Klukkan 13:50 var byrjað að telja niður og það voru allir sem voru þarna að horfa voru að telja niður. Netinu var svo sleppt og 1,5 milljón blöðrur svefu upp í loft frá miðbæ Cleveland við The Terminal Tower, ef ykkur þekkir til borgarinnar. Mikil gleði myndaðist þar sem gjörningurinn tókst og heimsmet var slegið. Blöðrunar halda sig frekar mikið saman í byrjun og svífa The Terminal Tower svona eins og ykkur vera. Og þetta erfitt að útskýra þetta, en þetta mjög magnað að sjá þetta. En það eins og það svona loðist saman. Já, hlýtur að vera svona, hvað heitir þetta? Svona statískt rammagn. Já. Veist, eins og þegar maður nuttar blöðru við. Ykkur straumur. Já. Það mynd gaman að sjá á myndbandum hvað þau sem voru að sjá atburðin voru innilega glöð þegar blöðrunum var sleppt. Einnig sé smá léttir á andlitum þeirra þar sem það var mikið lagt í þetta og einnig mikil pressa að þetta myndi ganga upp. Enda ímynd borgarinnar að veði. Já, alveg. Áður átti Disney metið en tæpu ári áður, eða þann 5. desember árið 1985, setti Disney metið þegar 1.209.600 blöðrum. 1.209.600 blöðrum var sleppt til að fagna 30 ára afmæli Disneylands en einnig til heiðurs Walt Disney. Og einmitt ein aðal ástæðan fyrir því að fá Treb Heining með í verkefnið var svo að hann vann sem blöðrumeistari eða eitthvað slíkt hjá Disney. Já, ok. Og sá meðal annars þennan viðburð hjá Disney. Þannig að þau vildu fá eitthvað sem að þekkti það að sleppa blöðrum og þekkti nú blöðrur. Þau vildu fá fagmann í verkið. Þetta er samt bara svona fyndið gamalt starfsheiti. Oh, he's the balloon master. Þau sem mættu til þess að sjá blöðrun að svífa í borginni héldu pottið að það væri bara það. Standa, sjá blöðru svífa, vá gaman, bæ. Og það það sem hefði átt að gerast. Líkt og við vitum flest að þá þegar blöðru sleppt upp í loftið þá svífur hún, en svo fyrir loftið heliumi úr henni og hún kemur því tóm aftur til jarðar eða hún eyðist einfallega upp. Það var þó ekki það sem gerðist í þetta skipti. En líkt og ég nefndi áðan, þá var athöfninni flýtt vegna þess að spáð var fyrir stormi seinna sama dag. Og einhverjar heimildir nefna að það hafi verið svona stormur í rauninni deginum áður líka. Og djókað var með það í veðurfréttum að vindurinn væri þannig að alla blöðruna myndu bara enda í Kanada. Ok. Það var eitthvað svona rosa haha. Og Kanada þyrfti bara að díla við blöðrunar. Ég mitt. Mér líður eins og það verið að, svona foreshadowing. Þessi stormur í samblandi við blöðrunar áttu eftir að hafa mikil áhrif á borgina næstu daga. Þegar blöðrunar fóru að rísa, og ég verð að segja að það magnað og eiginlega smá galið að sjá myndir af þessu. En já, þegar það fóru að rísa þá hafði kalt loft og rigning þau áhrif að heliumi náði ekki að tæmast úr blöðrunni áður en það fjalli aftur til jarðar. Þær fóru því aftur niður nánast eins og þær fóru upp. En við erum að tala að veðrið var orðið það slæmt að flesta blöðruna náðu kannski mínútu áður en það voru komna niður á jörðina aftur. Já, fylltar. Guð minn góður. Mörg bílslys urðu þennan dag. Já. Þar sem ökumenn annarkvort sá ekki veginn
reyndu að sveigja fram hjá blöðrunum eða einfallega voru agndofa yfir sjóninni á klestu á mann og annan. Og þessu var líkt við árás eða stormi af marglitan hnöttum. Og þetta hafi miklu meiri áhrif heldur en það að því að þetta líka rústaði öllum niðurföllum og fór í loftnet og fór bara allstaðar. Og loka þurfti Burke Lakefront flugvelli eða allavega einni flugbraut hans í rúman hálftíma meðan verið var að fjarlægja þær blöðrur sem hefðu lent. Ég sé svo mikið fyrir mér að það er einhver aumingja flugvallarstarfsmaður að hlaupa eftir blöðrum. Já, með eitthvað stórt net svona eins og hann sé elta fiðrildi. Mikið magn af blöðrum lentu í nálægum vötnum en það fundust meðal annars blöðrur í Lake Erie og á Kanada megin. Blöðrunar ulluð því mikill í vatnsmengun og höfðu örugglega mikið bara gríðalegt áhrif á allt líf í vatninu. Það sem enginn bjóst þó við er að daginn áður, eða föstudaginn 27. september, ákveðu þeir Raymond Broderick og Bernard Sulzer að fara út að veiða á Edgewater Park. Þeir skilu sér þó ekki heim og tilkynntu fjölskyldu þeirra þá týnda seinna sama dag eða morgunin eftir. Farið var að leita að þeim og fljótlega fannst báturinn þeirra, en þeir voru þó ekki í honum. Fljótlega komst þau í ljós að nær ómögulegt var fyrir björgunaraðila að leita í eða við vatnið og þessum hvorki á landi né í lofti. Vegna þess hve mikið af blöðrum en uppblásnum voru á vatninu og leitaraðilar töluðu an asteroid field of balloons. Gaman. Magnið af blöðrum í og á og við vatnið var slíkt að ómögulegt var að sjá hvort einhver var í vatninu. Venjulega hefði það verið frekar auðvelt. Og já, ég er að tala mjög létt þetta. Ég er ekki að segja þessi auðvelt að leita að fólki í þessum aðstæðum. Nei. En það að sjá appelsínugult eða allavega skert björgunarvesti á eða við vatnið hefði verið mun auðveldara ef ekki væri fyrir ógrynni af marglita blöðrum út allt. Það var því nær ómögulegt að sjá hvað var blaðra og hvað var manneskja. Af því að blöðruna voru gular, appelsíngular, bláar, grænar. Og var það í öllum litum? Já. Oh my god. Þannig að það var eiginlega ekki hægt að skera út neitt. Það voru bara í öllum litum. Jesus. En haldið var þá áfram að leita eins og hægt var. En á endanum var leitinni hætt, aðeins 3 dögum eftir hvarfið eða þann 29. september. Einhverju seinna fundust þeir þó þegar líkum þeirra höfðu skólað á land. Ómögulegt er að segja til hvort að þeir hefðu fundist fyrr og þá mögulega á lífi ef ekki hefði verið fyrir blöðruhátíðina. Það er bara ómögulegt. En eiginkona annars mannana ákvað að kæra The United Way og þetta er kallað þá The United Way of Cleveland. Þetta er þá staðsett þar og Balloonar by Treb sem voru að plana atburðin $3,2 milljón. En málið var settlað og er því ekki vita hver útkoman eða upphæðin endaði. Nei. Einnig var kona í Medina County sem var að rækta hesta, svona Arabian horse. Já, það eru mjög fallegir. Og var einn hesturinn mjög hræddur við blöðrurnar og slasaðist. Æi. Og þetta var veluna hestur og eigandinu kærðu United Way og var það mál einnig settlað og enn og aftur ekki vitað fyrir hversu mikið. Nei. Það sem átti að vera gleði dagur fyrir íbúa Cleveland og átti einnig, líkt og ég nefndi, að skapa góða umfjöllun borgina og United Way endaði svo aldeilis ekki þannig og endaði United Way á að tapa pening í kjölfar þessari gjörningar. Það var þá ekki bara vegna málana sem fóru fyrir dóm, heldur einnig út af öllum þeim skaða sem blöðrunar gerðu á borgina. Og já, það er mitt annað með niðurföllin, öll bílslysinn, allt í vatninu, út allt.
upp allt. Líka bara lengst í burtu, skilur Já. þegar það var stormur og eitthvað. Einmitt. Árið 1988 kom út heimsmyndabók Guinness, þar sem Balloon Fest, eins og þetta kallað, skráð með heimsmet fyrir flestum blöðrum sleppt samtímis. En samtalsbókinni voru nákvæmlega 1.429.643 blöðrur sem sleppt var á sama tíma í Cleveland þennan dag. En gott þó að segja frá því að Guinness ekki lengur að mæla heimsmet í slepptum blöðrum. Það gott. Og þetta svo 80s, bara sleppa blöðrum og það á bjargöllu. Ég mitt. Og það búið að gera einmitt heimildamynd þetta og mörg hlaðverkum búin að fjalla þetta. En samt þetta ekki það þekkt. Nei, sérstaklega ekki út fyrir Bandaríkin held ég, sko. Nei, en í rauninni það sem svona kom þeir sem voru að sjá þetta mest á óvart hversu mikil gagnrýni á umhverfið þessi atburður að fá. Þeir voru meira að búast við gagnrýni á allan þann skaða, en það rosa mikil umfjöllun bara voruð ekki að hugsa umhverfið, bara hvað þetta myndi gera umhverfinu, burt sér frá því að þetta gengið upp. Bara jú, þetta áttu eftir að segja eitthvað meira út, þegar ég búin að sitja á mér. Ég búin. Ok. Út af því. Sko, það búið að sjóða í mér, sko. Það? Þetta bara basic eðlisfræði. Það sem fer upp verður að koma niður. Ekki nema að það var nógu mikið helium fyrir allar þessar blöðrur til þess að fara út í game, sem ég efast. Já. Þetta burt sér frá því að þetta sé niðurbrjótanlegt latex. Þetta samt sem áður að fara að vera í umhverfinu í 2 ára minnstakosti. Já, eiginlega. Þú veist, latex burt sér frá því hvað sé niðurbrjótanlegt það samt ekkert mjög niðurbrjótanlegt efni. Nei. Þannig að bara einmitt út frá því, ef þetta hefði heppnast ekkert vandamál, það hefði samt ollið ógeðslega miklum skaða og allt. Á allt umhverfið. Já. Og þau sem voru að bæta ímynd sína í rauninni í umhverfis. Nefnilega. En þetta átti bara, þau hugsaðu bara blöðrur, gleði, margar blöðrur, heimsmet, sama sem gleði. Já. Gerum þetta. Ég held í alveg að hugsunin hafi ekki farið lengra en þetta. Nei, ég veit. Og líka bara Disney gerir þetta, þá getum við gert þetta. Já, einmitt. En Disney auðvitað gerist þetta. En Disney í seinni tíma búin að fá líka gagnrýni á þetta. En auðvitað var þetta alltaf að fara að gerast. Líka, þú veist, þetta í Ohio og þetta í lok september. Það ekki, þú veist, mæ. Nei. Það sem það actually þá gott veður. Nei, þetta ekki hásumar. Nei, þannig komið bara haust. Já. Og sérstaklega þarna í Ohio, það bara komið haust. Já, þannig að það var engin hugsun lögði þetta. Nei, þú veist, það hefði allan daginn átti þá bara frekar að senka þessu. Já. Það til vorið. Já, einmitt. Ef þú voru staðföst í að gera þetta. Einmitt. Og hefði þau frestað þessu, þá hefði líklega eitthvað komið bara, erum við alveg vissum að 2 milljón blaðra það samt að því að þau voru 6 mánuði að plana þetta? Reyndar 6 mánuði að plana. Og það voru 100.000 manns mætt til þess að horfa á þetta. Já. En það var spenningur fyrir þessu. Já. En já. En ég meina, ef þú hugsar út í það, þetta mögnuð sjón, sko. Já. Þetta örugglega rosalega flott að horfa á þetta. En já, það var bara hugsað, þetta geðveikt flott og síðan bara búið. Síðan bara fór hugsunin ekki lengra. Flott, þú veist, að því að voru mitt fullt af fréttastofum mætti þess að fjalla þetta. Þú veist, þetta dróð að sér athygli. Já, 100%. Og þetta dróð athygli að borginni og þú veist, og fólk var spennt, þannig að þeir voru bara, yes. Þú veist, það að koma jákvæð umfjöllun. Já, einmitt. Borgina. En núna, já, hvað 40 árum já. Seinna er enn verið að tala þetta.
Þetta er alveg magnað. En já, annars bara takk fyrir að hlusta. Já. Vona að ykkur fannst þetta áhugavert. Þetta er mjög áhugavert en já, ég vona að þið séu kannski ekki alveg að breið og ég. Nei, ég vona það líka. En annars þá bara góða helgi og við heyrumst. Já, takk fyrir. Bye.